Unglingarnir í æskulýðsfélagi Hofs Prestakalls standa fyrir árvissum viðburði á Vopnafirði sem nefnist Vinavikan. Tilgangur vikunnar er að minna á hinn sönnu verðmæti lífsins, vináttuna og kærleikann. Hérna eru fyrir utan Vopnafjarðarskóla og hérna er að fara af stað skrúðganga. Já, vinaganga. Hún er í tengslu við hvað? Vinaviku? Já, vinaviku. Við erum að halda vinaviku hérna í 10. skipti núna. Byrjaði 2010 þegar að Stefán Már Gunnlaugsson var sóknarprestur hérna. Þetta er svona hugmynd frá honum en frá krökkunum samt aðalega. Út á hvað gengur Vinavika? Vinavikan gengur í rauninni bara út á að minna fólk á bara mikilvægi kærleika og vináttu og við erum svona að reyna að vanda okkur ekstra mikið þessa viku að vera vinir og tala fallega hvort annað og bara vera góð við hvort annað. Sem að þeim finnst ekkert alltaf auðvelt sko, það er ekkert alltaf auðvelt að vera vinir allra, en við erum svona að vanda okkur. Og þið byrjið á þessari skrúðgöngu hérna, en þetta er heil vika? Þetta er heil vika, já. Og þetta snýst svolítið að sko eldri krakkarnir eru að búa til svona einhver skemmtilega dagskrá fyrir yngri krakkana. Við erum með bíósýningu og sundlaugapartí með flugeldasýningu og erum búin að plana einhvern leikjadag út á túni með fullt af leikjum fyrir krakkana og svona ýmislegt sem er mjög vinalegt og svo á morgun er svona maraþon þar sem að þau eldri krakkarnir labba í öll hús í bænum, bjóðast þess að gera góðverk og gefa glaðning sem að kemur ljós hvað verður. Þannig að krakkarnir þau stjórna svolítið í dagskránni? Já, algjörlega. Þau bara alveg ráða hvað við gerum og stjórna sjálf. Og ég bara er hérna sko, að njóta, eiginlega. Þau eru rosalega dugleg og mjög áhugasöm. Og það taka allir þátt? Allir, bara allir, hver einasti krakki. Meðan vikan stendur yfir eru allir hvattir til að taka þátt og sýna umhyggju. Heilsa, vinka, brosa, heimsækja og rétta hjálparhönd. Við erum að fara eins og á morgun, þá erum við að fara að ganga í hús og gera góðverk og þannig og svo erum við að fara að hafa sundlauga veislu og bíó á föstudaginn. Og bara við erum bara að hafa gaman og þannig. Það er nóg að vera? Já. Er skemmtilegt í Vinavikunni? Já, alltaf jafn gaman. Og hafið þið tekið þátt í Vinavikunni áður? Já, þetta er búið að vera mjög lengi, svona Vinavika og já, mjög mörg ár. Og þið hafið svolítið það að segja það ekki, hvað er gert í Vinavikunni? Jú. Við, við svolítið svona gerum dagskrána og Þið skipulegið dagskrána fyrir yngri krakkana? Já. Og var eitthvað nýtt sem ykkur datt í huga að væri skemmtilegt að gera núna í ár? Við ákveðum að hafa leiki núna í staðinn fyrir eitthvað, fyrir yngri krakkana og þannig. Og núna er að fara skrúðganga af stað og hvert ætlið að labba? Við ætlum að labba að torginu hjá búðinni og mynda hjarta með öllu fólkinu sem kemur og svo ætlum við að fara niður í safnaðarheimili og að fá okkur kökur og eitthvað þannig. Vinavikan spannar allt frá litlu hrósi upp í stóra og fjölmennina vinagöngu. Það er nefnilega margar leiðir færar til þess að sýna vináttu og kærleika. Ekki bara í eina viku á ári, heldur alltaf. Og Vinavikan minnir okkur einmitt á mikilvægi þess. Já, í rauninni. Við farum bæinn og skreita bæinn svona með fallegum skilaboðum. Bara svona aðeins, þú veist, minna á bara kærleikan og hvað allir eru mikilvægur og svona. Og svo erum við með, eins og ég segi, þessi dagskrá og svona. Er einhver nýjung núna í ár? Við höfum aldrei verið með þennan leikjadag áður. Það er bara hugmynd sem kom frá bara krökkunum sem er að koma inn nýr núna og langar að gera eitthvað nýtt. Við reynum alltaf að hafa eitthvað nýtt. En annars er þetta voða mikið alltaf bara það sama og orðin bara alveg sérstakur bara þáttur í samfélaginu hérna, eiginlega þessi vika, alltaf í október. Og tekur fullorðna fólki alveg í þetta líka, er þetta bara krakkarnir? Já, þetta er náttúrulega sko, dagskráin er svona aðalega fyrir krakkana, en ég held að finni samt allir fyrir bara svona jákvæðninni og gleðinni sem er sko. Höfum við einhvern tímann of mikið af jákvæðni og gleði? Ég held ekki sko, og þetta er bara, ég held að við höfum gott að minna bara hvort annað á að við erum öll mikilvæg og þessi jákvæði skilaboð, við vitum aldrei, kannski gleðja þau og bjarga deginum hjá einhverjum sko, það getur vel verið. Það er allavega tilgangur.